Kæru félagar, árið 2003 þá stóð ég upp á sviðinu í Laugardalshöll á landsfundi Sjálfstæðisflokksins, ólétt af mínu fyrsta barni og hélt ræðu fyrir hönd ungs fólks. Ég man hvað mér þótti þetta risastórt, merkilegt og mikill heiður. Ræðan sem ég flutti var hann afa minn, gildin hans og mikilvægi þess að við virðum það sem á undan gengið, en horfum leið björtum augum til framtíðar. Drengurinn sem ég bar þá undir belti hefur greinilega haft gott að þessu, því það mjög stutt síðan hann fattaði að það bara til einn flokkur, að það ekki bara til einn flokkur, Sjálfstæðisflokkurinn. Sjáðu, ég alveg öll í þessu. Hann nú kominn í framhaldsskóla og það styttist í það að hann fái að kjósa í fyrsta sinn. Og ég, móðurinn á 50-aldri, komin upp á svið og biði nú ykkar stuðning. Já, það breytist margt á 16 árum. Sjálfstæðisflokkurinn á að baki 90 ára sögu framfara og velgengni og flokkurinn hefur allt frá stofnun verið burðarás í íslenskum stjórnmálum. Hann hefur verið aflvaki hagsældar og stöðuleika í þjóðlífinu og það erfitt að ímynda sér hvernig saga síðustu 9 áratuga hefði þróast án hugsjóna og gildi sjálfstæðisstefnunnar. Kannski má segja að Sjálfstæðisflokkurinn sé nokkurs konar fórnarlamb eigin velgengni, þar sem svo mörg baráttumál sem flokkurinn hefur hrundið í framkvæmd á umliðnum áratugum þykja sjálfsögðu í dag og jafnvel ekkert tiltökumál, frekar en sólin gul og himinninn blár. En við megum aldrei vanrækja þá skyldu okkar að kynna hugsjónir okkar, grunngildi flokksins og framtíðarsýn fyrir komandi kynslóðum, því þær koma ekki til okkar í áskrift. Við verðum líka að hlusta á þeirra hugmyndir með opnum huga og vera tilbúin að endurhugsa, endurmeta og endurnýja. Þetta þrotlaus vinna og það kemur fljótt í ljós sé henni ekki sinnt. Hér hefur ritari Sjálfstæðisflokksins veigamiklu hlutverki að gegna, enda liggja skyldur hans fyrst og fremst í innra starfi flokksins. Sjálf var ég 16 ára gömul þegar ég gekk til liðs við Sjálfstæðisflokkinn og á vettvangi hans hef ég starfað allar götur síðan. Ég rek fyrirtæki á Suðurlandi, var lengst af framkvæmdastjóri Hjallastefnunnar og hef mikla reynslu úr atvinnulífinu. Ég bý að áralangri reynslu úr starfi Sjálfstæðisflokksins sem formaður bæjarráðs, forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúi, aðstoðarmaður ráðherra, kosningastjóri í sveitarstjórnar og alþingiskosningum, auk annarra trúnaðarstarfa. Ég hef skipað fyrsta sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Garðabæ í síðustu 3 sveitarstjórnarkosningum, þar með talið í síðustu kosningum, þegar flokkurinn landaði sinni bestu niðurstöðu og fékk 62% fylgi og 8 bæjarfulltrúa af 11 í bæjarstjórn. Slíkur árangur næst ekki að sjálfu sér í sívaxandi bæjarfélagi og það sem það 7. stærsta á landinu. Og með þessa reynslu í farteskinu og aðra reynslu tel ég mig hafa margt fram að færa í forystu Sjálfstæðisflokksins. Samfélagsbreytingar hafa alltaf tekið á og það sýnir saga síðustu aldar okkur svo glöggt. Og við lifum nú á tíma þar sem samfélagsbreytingar verða ekki bara mjög djúpstæðar, heldur ganga þar yfir á sívaxandi hraða. Ný samskiptatækni sem við eigum aldeilis að nýta okkur, gjörbreytt heimsmynd, nýtt gildismat og nýjar áskoranir og vandamál kalla á að stjórnmálaflokkar standi vaktina stöðugt og skili ekki auðu í umræðum málefni líðandi stundar. Áður var Ísland stökkpallur milli austurs og vesturs, nú landið miðdepill norðurslóða sem augu stórveldana beinast að. Loftslagsmál og umhverfisvá valda mörgum áhyggjum og kvíða, ekki síst yngri kynslóðum og afstaða til kynjajafnréttis, frelsis og mannréttindamála skiptir nýjar kynslóðir meira máli nú en áður. Og við þurfum að aðlagast þessum breytta veruleika. Sjálfstæðisflokkurinn vel í stakk búinn með góð gildi og sterkan grunn í sjálfstæðisstefnunni sem vísar veginn áfram þegar við stækkum og breikkum málefnagrunn Sjálfstæðisflokksins. Það á enginn að kvíða þessu, heldur fagna. Því stjórnmálaflokkar ná ekki eins háum aldri og Sjálfstæðisflokkurinn nema að tala alltaf til samtímans og eiga sífellt endurnýjað erindi við kjósendur sína. Já, samfélagsbreytingar taka vissulega á og það ekki laust við það að það gæti nokkra togstreitu milli hinna yngri,
sem vilja beinlínis hlaupa til móts við nýja framtíð og hinna eldri sem eru íhaldssamari og vilja fara sér hægar, líta til reynslunar. Það hefur með öðrum orðum myndast nokkurs konar kynslóða togstreita í samfélaginu og hún ekkert sér íslenskt fyrirbæri. Þetta að gerast allan heim og flokkurinn okkar hefur ekki farið varhluta af þessu. En stöldrum nú aðeins við, því hér tapa allir. Við þurfum öll, bæði hinn yngri og eldri, að gefa okkur tíma, tala saman og hlusta hvort á annað, því það aldrei þannig að annar hópurinn hafi algjörlega rétt fyrir sér og hinn kolrangt. Besta niðurstaðan liggur einhvers staðar þarna á milli. Og ég vil að flokksforystan leiði okkur að henni, kalli fram ólík sjónarmið og sætti þau. Berum virðingu hvort fyrir öðru og ég handviss það að við uppskerum meira. Undanfarna daga ég búin að tala við sjálfstæðisfólk all land og ég mjög þakklátt fyrir mikil og góð viðbrögð. Sérstaklega gleður mig þó að finna kraftinn sem býr í ykkur, fólkinu í sjálfstæðisflokkurinn. Sjálfstæðisflokkurinn auðvitað í grunninn bara fólkið sem í honum. Og innan okkar raða starfa svo margt öflugt fólk á vettvangi sveitarstjórna, landsmála og í grasrótinni. Og þessa krafta þurfum við að virkja enn betur. Fjölmargir taka undir þau sjónarmið að mikilvægt sé að fulltrúi sveitarstjórnarstigsins eigi aðild að flokksforystunni. Það ekkert skrítið. Sveitarstjórnarfólk í miklu návígi við grasrótina og íbúana í sínu samfélagi. Skólamálin, þjónusta við aldraða og fatlaða einstaklinga, samgöngur og jafnt aðgengi óháð búsetu dæmi mikilvæg málefni sem sveitarstjórnir eiga sameiginlegt land allt. Þessi mál snerta daglegt líf okkar allra og mega alls ekki verða undir þegar stormar geisa einstök mál í sölum Alþingis. Því miður hefur það allt og oft gerst. Og með því að vera starfandi á vettvangi sveitarstjórnar stend ég vaktina og ég ætla mér að verða öflugur málsvari í flokksforystunni ná ég kjöri til riddara. Mér þykir afar vænt Sjálfstæðisflokkinn og stolt af sögu hans. Landslag íslenskra stjórnmála hefur hins vegar umbreyst síðasta áratug og Sjálfstæðisflokkurinn nú fjarri því fylgi sem hann áður gekk nánast að sem vísu. Hafa ber í huga að á sama tíma hefur öðrum flokkum ekkert gengið betur. Þannig misheppnaði sameining vinstrimanna algjörlega og þeir nú sem sundraðir sem aldrei fyrr. En það líka lykilorðið. Sundrung. Aldrei hafa fleiri stjórnmálaflokkar setið á Alþingi, flestir dansa með og innan við 10% fylgi í könnunum og kosningum. Og þessi flatneskja gefur litlum flokkum færi á að taka dagskrárvald stjórnmálanna í sínar hendur svo vikum skiptir, því flestir flokkar í íslenskum stjórnmálum spila upp á svo lítið að eitt mál sem kveikir í fólki dugar til árangurs. Þetta gerir stöðu Sjálfstæðisflokksins, sem stærsti flokkurinn á Íslandi, snúna, því hann ábyrgur burðarás í íslenskum stjórnmálum. Við viljum áfram vera kjölfastan og það þýðir að við getum ekki ábyrgðarlaust hent upp ýmsum boltum á loft, jafnvel þó það sé vænlegt til árangurs til skemmri tíma litið. Við eigum ekki að spila ódýra pólitík. Við eigum heldur ekki að sætta okkur við núverandi stöðu. Ég trúi því að við getum aukið fylgi flokksins. Við getum til næstu ára horft á 10% aukningu á fylgi flokksins ef við gerum þetta vel. Og við eigum að horfa þangað og við eigum að fara þangað. Þetta stóra verkefni okkar allra sem erum inn í þessum sal núna. Við þurfum að standa saman, við þurfum að tala saman, skerpa á sýninni og fylgja grunngildum Sjálfstæðisflokksins. Lán flokksins hefur alltaf verið það að við höfum getað tekist á, bæði á landsfundum, í hverfafélögum og í starfinu vítt og breytt. En við höfum að endingu náð niðurstöðu og haldið sameinuð út á völlinn. Sjálfstæðisflokknum gengur hins vegar jafnan verst þegar hann sundurtættur og klofinn. Þá sögu þekkjum við öll. Við erum fjöldahreyfing þar sem mismunandi áherslur verða að geta þrifist. Það engin stjórnmálaflokkur á Íslandi sem hefur náð öðrum eins árangri og Sjálfstæðisflokkurinn í gegnum tíðina. Engin.
Og það engin annar stjórnmálaflokkur nógu sterkur með nógu sterka innviði eða á jafn víðtækt erindi við kjósendur sem getur tekið við forystu hlutverki Sjálfstæðisflokksins í íslenskum stjórnmálaflokkum. Við verðum því að gæta okkur á því að láta ekki einstök deilumál leika okkur á grátt, því öll él styttir upp síðir. Kæru félagar, við skulum áfram vera bæði burðarásinn og brúin í íslenskum stjórnmálum. Við skulum tala jafn kröftulega fyrir hagsmunum ríkis og sveitarfélaga, höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar, sjónarmiðum eldri og yngri kynslóða og vera flokkurinn sem stöðugt endurnýja sig og á alltaf erindi við nýja tíma. Kæru félagar, til hamingju með 90 ára afmæli flokksins okkar, megi hann dafna sem aldrei fyrr á aldarafmæli flokksins undir sterkri og víðsýnni forystu.